Viðfangsefni okkar óperan Mannsröddin eða La Voix Humaine eftir franska tónskáldið Francis Poulenc. Hann skrifaði þetta 1958 upp úr leikriti Jean Cocteau sem var skrifað 1928. Auður Gunnarsdóttir, sópransöngkona, fer með sungið hlutverk L, en í þessu tilfelli erum við að setja leikrit Jean Cocteau aðeins meira inn í og við erum með glænýja íslenska þýðingu eftir Kristján Þórð Rafnsson og það Elva Ósk Ólafsdóttir, leikkona, sem að leikur L sem leikkona, talandi. Þannig að við í rauninni fáum blöndu af þessu, við syngjum á frönsku en tölum á íslensku, þannig að tveir líkamar túlka L konuna. Og Eva Þyrí Hilmarsdóttir, píanóleikari, sem þarna á sviðinu, klædd eins og L, þriðja myndin af L, svo sem að snýr í okkur baki og túlkar á annan hátt. Þetta síðasta símtal konu við elskuga hennar til 5 ára sem búin að yfirgefa hana og að fara að giftast annarri konu á morgun. Og allt fyrir fram í gegnum síma, þannig að við í rauninni heyrum aldrei rödd viðmælandans, bara hún, þessi kona sem alein í íbúðinni sinni og engist og að rifna í tvennt af angist. Tónlistarstjóri verkefnisins og jafnframt raddþjálfari Irene Kudela sem frá Frakklandi og náttúrulega guðsgjöf að fá hana og það sem að hún var mjög mikið að vinna í með Auði og Elvu líka bara staðsetning raddarinnar. Það skiptir mjög miklu máli hversu mikið loft á röddinni. Það mjög merkilegt hvar röddin staðsett og hvaðan tilfinningarnar að koma. Mér finnst þetta virkilega áhugavert af því að þarna skiljum við íslenskuna með höfðinu og stundum alveg nóg að skilja frönskuna með hjartanu. Hún fer allan tilfinningaskalan í símtali sínu við mannin og það sem hún hræðist mest það að leggja á að, eins og hún segir, sökkva ofan í myrkrið. Og síminn, eða sem sagt símtækið sem snúrusími, þetta engin gemsi, leikur auðvitað stóra rullu í La Voix Humaine, hún með símtólið og snúran sem tengir þau saman.